og svo það þannig að þær náttúrulega bara það eru orðnar herskáar þú veist, það eru fannar að raka sér hárið og ég bara, ok þetta ekki alveg það sem ég þarf á að halda sko, af því að það var ein mamman í hópnum sem það bara, hvað að þessum manni, hann bara alveg einhverja trukkalessur hérna? Já, það það sem þú ert að gera og eins það bara hvað hérna og svo hann bara sína fólki bara einhverja negra hérna og alaðar upp eins og trukkalessur og ég sagði bara, vá pældi í þessu það aldrei tala um þetta Nei. Og það þarf eitthvað að fara að ræða þetta allt saman frá öllum hliðum og ég bara inn í þessu umhverfi og svo það þannig að við það eru bara fá alls konar hugmyndir og það segir bara og ég segi bara og hvað ætlum við að gera og spurningin var ekkit endilega bara varðandi þú veist current moment, það bara svona í framtíð og þá fara þær að tala um það að þetta sé hérna okkur við mótmælum ekki, þegar við höfum smá reynsla því og þær sá eitthvað því og ég segi bara ég hérna þú veist hvernig ég var að mótmæla því og þá einhver sem segir hérna og svo hafði það verið þannig hérna á undan þá sem sagt lendar í öðru sæti í hérna stelpumóti og ég var eitthvað að tala um það sko, við ættum ekki að fara upp á velunapallin ég voru svo bara, hvað rugli þetta? Þú veist, mætir hérna KKÍ eitthvað að gefa með einhver velun, þeir eru tilbúin að mæta og gefa með velun, þeir eru ekki tilbúin að mæta og útskýra fyrir þeim akkur að mikið verða það. Og ég bara læt ekki ignora stelpuna mínar. Nei. Ok, svo, þannig að það svona alls konar svona í gangi, þannig að þær eru að sjá þetta og þetta er alveg klárlega innræting. Og þetta það sem mér finnst svo mikilvægt að fólk átti sig á, að ef þú kemur með börnin til mín, þá mun ég innræta alls konar hluti til þeirra. Þannig að það eins gott að þú mætir á æfingu. Af því að þú ert að treysta mér fyrir því, ég get ekki alið upp sjálfstæð einstaklinga á þess að við tökum einhver tíman á einhverjum viðkvæmum topikum sem við þurfum að sannmælast annarkvort að vera sammála eða vera ósammála. Þannig að þetta sé ekki þannig að við ætlum bara að kósta í gegnum lífið og aldrei að takast á einhverjum svona contentious issues. Nei. Það bara þannig. Og svo var náttúrulega eitt sem var að gerast á þessum tíma sem að enginn skilur, sem það og þú eiginlega að horfa myndina og mér fannst sko þessi mynd ekki ná að skila því almennilega. Það til alveg ótrúlegt efni af stelpunum í alveg mögnuðum pælingum. Já. Og þannig að sko þetta bara það fólk í kringum mig á þeim tíma sem ég ber bara hvað mestu virðingu fyrir. Það er svo merkilegt við bart sálinn einhvern veginn að þau eru svo laus við svo mikið af alls konar bakpokum og einhverju svona dóti sem rugglar þau í til dæmis bara réttlætiskendinni. Þegar leið og fullarnir eru komnir inn einhverja réttlætiskend, þá þurfa þeir strax að byrja að pæla bara, byrja einhverju hagsmunir sem að getu rekist á hérna. Þú veist, að því að ef ég segi eitthvað, að því að við erum bara lítið þorp, ég er með hérna hollenska foreldra sem skilja ekki hvað í gangi á Íslandi. Þau bara náðu þess ekki. Bara hvernig getur þetta orðið bara einhver svona almenn umræða á svona ömurlega lágu plani og enginn þorir að segja neitt. Við erum náttúrulega bara þorp en allavega þær eru komnar þarna og svo byrjar þetta að þróast og ein stelpan byrjar að tala um það við þurfum bara að droppa medaljón sem breytist reyndar síðan í það að þær vilja eitthvað fara að setja medaljónir yfir hálsin og þeim sem er að rétta þetta og mér finnst þetta geggjupæling og ég var búin að hafa veður á þessu þannig að og það var alltaf þannig hjá mér á öllum fundum þá voru foreldrar hvattir til þess að vera á þessum fundum en það var mjög áhugavert við vorum nýkomin heim frá Svíþjóðu keppnisferðalagi og þær teki alveg rosalega fundi en þar var fullt af einhver svona lið og garðabæni sem ætlaði nú bara að fara út í bæ og fá sér rauðvín og ætlaði nú ekki að sitja þarna og fá einhvers konar skapgerðar uppeldi fyrir börnin sín sko. Nei. Og ég var farin að taka eftir því sko, það voru foreldrar sem sátu inn á þessum fundum hjá okkur og þau voru bara svona að býta hvað eru þau að tala um? Þetta er bara svo geggjað. Þetta er ástæðan fyrir ég stofna Aþenu, þetta er ástæðan fyrir því að ég er búin að vera að berjast fyrir þessum stelpum vegna þess að önnur eins vannvirðing sem að
flottum hópi hefur verið sýnt bara anyway, áfram með þetta. Já. Svo er það bara þannig að við förum í gegnum hérna pro and con við það að mótmæla. Já. Það var allt saman tekið upp og sér það í myndinni. Bara hvað af þessu er sko, hvað af þessu eru góða spurningar? Veist, hvað er rangt við þetta? Er eitthvað rangt við þetta að gera þetta? Og hvað er rétt við þetta? Og akkur eru hlutinir eins og eru og svo framvis. Og ég meiri það útskýri fyrir þeim að ég yrði drepinn fyrir þetta. Já. Þannig að þær voru svo ógeðslega vel undir þetta búnar. Og ég hugsaði bara með mér, þetta verður eitthvað. Já. Og dóttir minn í hópnum og þetta er að sé ég vel fyrir dóttir minna. Hugsaðir, þetta er virðing. Já. Og svo náttúrulega bara segi við þær að það ætla að gera þetta, þá þurfa þær að halda ræðu. Já. Þegar fólk þarf að fatta hvert mótmælin beinast. Þetta voru mótmæli, þetta var ekki viðmyndavakning. Og svo segi við, fer ég að tala við þær alls konar svona symbolisma og svona útskýri til dæmis fyrir þeim hérna 1968 þá var svo mikill symbolism í gangi, varandi skóna, varandi hanskan, alls konar hluti og hérna, og ég fór að tala við þær umskáð, sko, það er náttúrulega þetta er náttúrulega, mér fannst flott að láta medalínu droppa því að medalín var logo KKÍ. Já. Það er tákrænt og hérna, herðu, svo fara þær bara að æfa sig. Ég kem ekki í nálægt þessu, sko. Og ég, veistu það, því stóð þarna og ég horfði á þetta, ég hef ekki verið stoltari á ævi minni. Nei. Og að finna hatrið sem þær mættu og fyrirlitningi sem þær fengu á sama tíma og ég er að upplifa bara eitthvað besta moment í 30 ára sögu minni í þjálfun.